Þá komið að pallborðsumræðum og ég ætla svona að kalla fólkið upp sem í pallborðinu. Við fengi afar öflugt fólk úr ýmsum áttum til að sitja hér. Og þetta eru þau Arnþór Jónsson, formaður S.A.A., Einar Þór Jónsson, formaður Geðhjálpar, Elín Oddný Sigurðardóttir, varaformaður Velferðarráðs Reykjavíkurborgar, Hildur Guðmundsdóttir, staðgengill framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins, Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldu og barnamálasviðs Hafnarfjarðar, Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri félagsbústaða, Sigrún Ásta Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri greininga og áætlunarsviðs Íbúðalánasjóðs og Vilborg Oddsdóttir frá Velferðarvaktinni. Eygló Harðardóttir, verkefnastýra í Kvennaathvarfinu, mun halda utan pallborðið og einnig flýtja að taka svona samantekt hérna á eftir. Ég ætla að fá að hafa myndina á lofti hérna bara í bakgrunni ef það eru saman. Og ég ætla að vanti fleiri stóla. Takk Grímur kærlega. Tala vel inn í hann svo heyrum við. Það er búið að vera einkar ánægilegt að vera hér í dag. Óbúðslega áhugaverð erindi, sumt sem ég hef heyrt áður. Ég var svo heppinn að fá að hitta Júa ásamt Sigþrúði Guðmundsdóttur, framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins í Helsinki. Og þá vorum við að vonast til þess að fá hingað til landsins og það loksins raungerist hér í dag. En við höfum ekki mikið tíma og við höfum stórt pallborð hér, þannig að ég var að hugsa að bara byrja aðeins. Og hugmynd hjá mér var hvort að bara byrja hér á Vilborgu og að þau myndi að segja frá sér það sem þau eru að gera sem snýr að málefnum heimilislausra og hvað það sem sagt úr þeim erindum sem við höfum hlustað hér á, það sem frummælendur hafa haft að segja, hvað það sem þau taka með sér þegar þau munu ganga hér út í dag og hvernig þau sjá fyrir sér að það sé hægt að nýta það í þeirra starfi. Vilborg. Já, ég var ekki bara að sérsta því sig. Ég sem sagt fullur velferðarvaktinnar, hentar utan hóp sárafátækt, þannig að ég sem sagt þeirra fulltrúi í dag, ekki annars starfa hjá hjálparstarfi kirkjunnar. Þannig ég reyna að blanda þessu ekki saman. Þá hefði ég kannski aðra skoðanir, En velferðarvaktin á sínum tíma, þegar Reykjavíkurborg var búin að gera skýrslu heimilislausa, þá fannst okkur þetta koma málefnum velferðarvaktina við og köllum til okkar bæði skýrslu höfundar sjálfa og við köllum líka til okkar fólk sem var að vinna á götunni, og líka sem var að vinna inn á geðdeildum og annað sem var beinni stekningu við fólk sem bjó á götunni. Og við vorum að hugsa hvað velferðarvaktin gert, hvað ættum við að gera og til þess að ekki kannski gera það sem allir aðrir voru að gera eða megin áherslan var það á húsnæðismálin. Þegar hugsuðum við okkur að við tókum saman nokkra skýrslu sem við skilum þá í þennan starfshóp sem Ingibjörg var að finna á þann. Þar sem við fyrst og fremst tölum lágþröskulda vinnu og eitthvað við að vera á daginn. Því að eins og okkur var bent á, þó þú komist í húsnæði og hittir vini, þá rífur sambandi við vini þína. Hvað er þetta að hitta þá sem varst alltaf á götunni? Þú veist, viltu það fattur saman fara að vera á götunni eða áður en að gera eitthvað stað sem þið hist á daginn. Þannig að þetta er svona sem að velferðarvaktin var að gera og höfum reynað að fylgja þessu eftir. Það sem ég tek með mér hérna er svolítið kannski, ég tek með þessu hérna, það er engin notandi í þessu pallborði. Og við þurfum að fara að hugsa út fyrir kassana svolítið, í allir sem við erum að hugsa og gera. Ég sakna þess nú til annars starfsmaður hjálparstarfsins að í hópnum þínum Ingibjörg er engin notandi. Þeir eru alltaf að kalla það til á svona talið 5 mínútur. Þeir hafa ekki raunveruleg áhrif. Við breytum einhvern veginn raunverulega áhrif að hafa raunverulega með í ákvörðunartökunni. Við þurfum að fara að komast þangað. Ekki bara svona, þú veist, 2 mínútur að hlusta. Takk. Ég heiti Sigrún Ásta og ég starfa sem framkvæmdastjóri greiningu og áætlunarsviðs Íbúðalánasjóði og kannski eins og allir gefur til kynna þá hefur við mikið verið í greiningum
og það hefur svolítið verið okkar áhersla. En það er alveg ljóst að það er yfirlýst markmið og stefna Íbúðalánasjóðs, það er að það sé til húsnæði fyrir alla. Og þessi hópur fellur þá sannarlega þar undir. Það sem við hefum kannski fyrst og fremst reynt að gera undanfarið er að vinna með sveitarfélögum að þeir greina hvers konar húsnæði vantar og fyrir hvaða hópa. Og ég held að það sé, ég tek undir það að það er rosalega mikilvægt að við gleymum okkur ekki í tölum og greiningum vegna þess að við erum alltaf að tala fólk og heimili fólks. En samanskapið þá getur við rosalega mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því hversu víðtækur vandinn er og hvers konar húsnæði við þurfum til þess að mæta þörfum þessa hóps. Og við þurfum að hafa það skráð opinberlega vegna þess að það getur líka unnið með okkur í því að það þurfum við að vera til staðar úrræði, það þarf að bregðast við, að þá þurfum við að vita hver vandinn er. Frá deginum, hvað er það sem þú tekur með þér? Mér finnst þetta frábær dagur og virkilega ánægilegt að það sé verið að taka þetta til umfjöllunar og út frá svona hugmyndafræðinni hvað þetta verði að vera heilstæð nálgun af þessu málaflokki. Það sem við tökum með okkur, ég er að það vantar augljóslega að greina þess að þætti betur. En svo líka það að við þurfum bara að vinna að því að það sé til staðar húsnæði. Þannig að eins og við komum fram að þá er það grunnurinn öllu. Þú getur ekki verið með húsnæði fyrst nema að vera með húsnæði fyrst. Þannig að við erum svo sannlega að halda bara að vinna því. Góðan daginn, ég heiti Hildur og vinn í Kvennathverfinu og búin að vera þar í 12 ár cirka. Það er ekki kannski það fyrsta sem maður tengir við Kvennathverfi að það séu heimilislausar konur sem búa þar, en það er nú samt raunin. Þær geta ekki verið á heimili sínu vegna ofbeldis sem gerir þær heimilislausar og þess vegna koma þær í Kvennathverfi sem að er í raunin neyðarættar. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að þær eru heimilislausar. Sumar þeirra geta verið 100% eigendur á húsnæði en þær þurfa að flýja það vegna þess að ofbeldismaðurinn er þar. Og það getur verið snúið fyrir þær að koma út úr húsi vegna þess að hann er með lögheimili. En það er svona partur af þessu líka. Það er svo auðvelt að flytja lögheimili til einhvers, það hefur verið. Í öðru lagi þá eru sumar konur sem velja hjá okkur, þær eiga húsnæði með maka sínum en þær þurfa að flýja húsnæðið, alveg eins og hinn hópurinn og náttúrulega gleymdi að segja að það eru börn hana oft inn í myndinni að konur og börn flýja húsnæðið, velja hjá okkur oft í mjög langan tíma, allt og lengi með við að þær velja í neyðarákvarfi vegna þess að þær eru að enda sambúð eða skilja og þær þurfa að ganga frá forsjármálum og eignaskiptum og það getur tekið upp í sumum tilvikum meira en ár. Og ár í neyðarákvarfi það er allt og langt. Sumar eru með leigusamning, jafnvel í sínu nafni sem að þær hafa skrifað undir en þær get ekki verið í þessu leiguhúsnæði vegna þess að leigusalinn vil ekki blanda sér inn í deilur sambúðaraðila eða hjóna og það er líka oft mjög erfitt að glíma við ofbeldismenn sem að eiga það til að vera svolítið erfiðir í samskiptum. Það sem að ég hugsa eftir þennan morgun sem búið að vera mjög áhugaverður að það er einmitt þetta, það á enginn að dvelja lengi með neyðarákvarfi, það er tímabundin lausn og við í Kvennathverfinu við erum búin að vera að finna einhverja úrlausnir eftir okkar reynslu sem að er þessi að konur eru farnar að dvelja allt og lengi vegna þess að húsnæðismarkaðurinn hefur verið svo erfiður og náttúrulega fyrir utan það að kannski gleymt að minnast á áðan að þegar þú ert eigandi á húsnæði þá áttu ekki rétt í kerfinu á
þú ert í kerfinu gift eða eigandi og þar af leiðandi það ekki það sama og ef þú ert einstaklingur. Já, og sem sagt fyrir 1-2 árum síðan fórum við að reyna að finna úrlausn á því að hafa tímabundið húsnæði sem að konurnar sem dvelja hjá okkur gætu þá verið lengur í og lifað eðlilegra lífi með börnunum sínum. Og það var bara mjög áhugavert fyrir mig sem að hef ekki verið akkurat inn í þessu verkefni sérstaklega að sjá að það bara mjög margt af því sem að var rætt hér í morgun sem að tengist okkar verkefni, að hugmyndafræðin mjög svipuð. Þetta er valkvætt, það þurfa að fara eftir ákveðnum reglum, það er lág leiga og það að geta verið í húsnæði í einhver fastan tíma, kannski 1,5 ár, 2 ár, mesta lagi, að það hjálpar þeim að verða sjálfstæðir fjárhagslega, veitir þeim, hjálpar þeim til að taka næsta skref. Bara, takk fyrir mig. Takk fyrir, ég heiti Sigrún Arnardóttir og starfa sem framkvæmdastjóri hjá Félagsbústaðum. Við fórum að gera það í tæpt ár. Félagsbústaðir eru 100% í eigu Reykjavíkurborgar og hafa það hlutverk eins og nafni gefur til kynna að útvega félagslegt húsnæði, það segja húsnæði fyrir fólk sem undir ákveðnum tekjumörkum. Það sem sagt lægsti tekjuhópur samfélagsins sem á það möguleika að fá húsnæði hjá félagsbústöðum og þar eru núna í útleigu það fyrir 2700 íbúðir. Við erum að kaupa áætlun núna næstu 4 ára að 600, sem keypta 600 eignir eða íbúðir á kjörtímabilinu og það dreifist borgina þannig að það sé sem sagt blandist í hverfin, það sé það byrj 5% af íbúðarhúsnæði í borginni sé félagslegt húsnæði og það sé ákveðin dreifing. Þannig að það er það sem við höfum að leiðarljósi þegar við erum að kaupa íbúðir, að það dreifist jafnt borgina. Núna í júní væntanlega eða maí þá tóku gildi nýja reglur úthlutanir þar sem var gert ráð fyrir að væri hægt að gera tímabundna samninga við leigjendur sem þurfa mikla aðstoð og það er svona dálítið lítil raun og það af 65 íbúðum sem hafa verið úthlutað þessu tímabili að þá eru 38 til þessa hóps sem kannski í langflestum tilvikum heimilislaus og það sem tilgangurinn með þessu meðal annars að það gerður sérstakur þjónustusamningur við fólk þar sem það þá að byggja þjónustu og það sem ég hef dálitlar áhyggjur af. Þetta er raun og veru mjög flott skref og í anda þess sem hér hefur komið fram Housing First að það eru svo margþættur vandinn. Það er ekki bara að fólk þurfi húsnæði, heldur þarf það alls konar annan stuðning, bæði heilsufarslega, það bara að læra að lifa í fjölbýli með öðrum og margt fleira. Þannig að það skiptir held ég alveg gríðarlega miklu máli í þessu verkefni að það sé þétt staðið saman og unnið að því að láta þetta virka sem best. Það sem við höfum orðið vör við er að ungt fólk sem hefur kannski ekki mikla reynslu á vinnumarkaði og er heimilislaust, ef svo má segja, að það eru oft og tíðum mjög miklar kvartanir af nágrönnum vegna þessa sambýlis. Og mér finnst það rosalega mikil áskorun hvernig við getum byggt upp samfélagið og þannig að þetta gangi allt saman. Þessi hugmyndafræði blöndun er auðvitað bara mjög góð og það sem ég geri ráð fyrir að flest allir vilji, en hvernig við látum þetta lukkast, það skiptir ekki máli og ég held að það hefur komið fram hér að það þarf þétta samvinnu og mér finnst mjög ánægilegt að heyra það hér í dag hvað eru
hvað félagsmálaráðuneytið að gera með þennan stýrihóp í málefnum heimilislausra. Borgin komið með stefnu og allir virðast vera stefnu í sömu átt. Þannig að ég bara bind mikla vonir við að þetta muni takast og tek undir það sem ég kom fram á áðan að það skiptir máli að það sé von og það skiptir máli fyrir þá sem við erum að þjónusta og það skiptir líka mjög miklu máli heldur fyrir okkur sem erum að starfa í þessu og við sjáum að við séum að stefna fram á því. Það sem ég held líka að sé mikilvægt að þetta samvinna ríkis, sveitarfélaga og ýmissa kerfa og ég held að fleiri sveitarfélög þurfi að koma mikið sterkar inn í þessi lausn þessara mála heldur að verið því að við viljum væntanlega öll byggja réttlátt og gott samfélag. Takk. Anna Einarsdóttir heiti ég og sviðsstjóri fjölskyldu- og barnamálasviðs í Hafnarfirði og ég í stýrihópnum sem hún Ingibjörg sagði frá áðan og var skipuð í af samtökum sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu. En mér langar nú til að byrja að segja að þetta úrlausnarefni mjög flókið og það eru engar einfaldar lausnir til, þannig að mér finnst afskaplega mikilvægt að við lærum af öðrum þjóðum og því sem við hefur verið gert og afskaplega áhugavert að heyra Júha hérna í morgun. Spurningin hvað við tökum með okkur og það sem situr eftir hjá mér fyrsta lagi þegar hann sagði það housing first nema við höfum housing first. Og það finnst mér vera svolítið grunnur í þessu að okkur vantar húsnæði og það það sem út í sveitarfélögunum, það langir biðlistar og það alveg grunnþörf og grunnhugmyndafræði í housing first, þannig að okkur vantar beinlínis bara íbúðir. Það ekki nóg, það þarf að vera mikill stuðningur fyrir þennan hóp, mikill stuðningur við fólk í þessari stöðu og þá náttúrulega alveg grunnatriði að kerfin vinni saman, að sveitarfélögin vinni saman og heilbrigðiskerfi og ríki komi að þessum málum og mér stundum skorta svolítið á það og ég held að við verðum að taka því svolítið þessum frúkom og ekki síst geðheilbrigðiskerfið að það komi að málunum með sveitarfélögunum og öðrum. Og við verðum náttúrulega sérsmíða lausnir, það tekið líka með mér, það ekki one size fits all, það við erum að sérsmíða lausnir að einstaklingunum og svo hefur verið nefnt líka að sveitarfélögin þurfa að vinna saman og það alveg rétt og Heiða Vilmundsdóttir kom inn á það í morgun að þunginn mestur í Reykjavík og það alveg staðreynd og eins og ég segi að fara í vörn fyrir sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu þá erum við að vinna í ýmsum úrlausnum í öllum sveitarfélögum en ég get alveg tekið undir það að við getum unnið miklu betur saman þannig að ég held að það sé nokkuð sem að við tökum með okkur líka. Þetta var svona það sem að ég tek með mér eftir þennan morgun. Takk fyrir það. Takk fyrir. Ég heiti Elín Oddný Sigurðardóttir, og varaformaður velferðar á Reykjavíkurborgar en sit líka í stjórn Íbúðalánasjóðs og hef svona verið að sýsla við þessi húsnæðismál í kannski svona 20 ár. Það var kallað hér eftir reynslu notenda. Ég svona laumufarþegi, ég var sérst heimilislaus þegar ég var barn, þannig ég hef ein reynslu af því að ég ekki heimili. En ég held að kannski stóri vandinn það sem maður byrjar að hugsa og hlusta á svona elduga eins og Júha og en maður eigi miklum tími að kynna sér þessa finnsku leið sem að mörgu leyti sérstök að þá það, finnst mér það sem maður hefur vantað í þetta púsl einhvern veginn ábyrgð og viðurkenning stjórnvalda og þau bera ykkur ábyrgð í húsnæðismálum. Og það náttúrulega kannski á sér langan aðdraganda en eins og kannski einhverju þekkja þá kom mér álit frá ESA, Eftirlitsstofnun Evrópusambandsins að hið opinbera ætti ekkert að vera að skipta sér á húsnæðislánamarkaði og lausnin var svolítið svona laissez-faire, bara látum þetta bara vera, markaðurinn bara leysir þetta, markaðurinn bara byggir og íbúðir og við þurfum bara eftir einhverjum lóðum og mögulega að borga tekjulegu fólki einhverja húsnæðisbætur. Þetta var staðan bara fyrir ekkert löngu síðan. Ég var í framtíðarhópi sem Eygló Harðar skipaði leigumarkaðinn og það átti bara að leggja niður Íbúðalánasjóð
Því hann var eitthvað svo gammaldags og asnalegur og bankarnir áttu bara að græja málið, sko. Núna held ég enginn sé að tala um það, alveg sama í hvaða stjórnmálaflokkum þeir eru eða hvaða skoðanir kunna hafa því. Og miklar og mikilvægar breytingar átt sér stað á lögum húsnæðismál og núna náttúrulega stendur fyrir dyrum að stofna húsnæðisstofnun sem var hér á árum áður og á öllum Norðurlöndunum. Það sem þykir bara eðlilegt að það sé opinber stýring og stefnumótun á húsnæðismarkaði. Það sé ekki eitthvað villta vestur hérna, það sem að bara, það sem að mestan pening kann bara græða óslega mikið og verður óslega ríkur og verktakarnir bara græða það, allir bara græða það á daginn og kröla á kvöldin og hvað þessu fólk er að gefa. Þannig ég held að þetta sé stefnumbreyting og ég skynja stefnumbreyting hjá ríkisstjórninni og hjá ráðherra og fyrir ráðherrum í málaflokknum. En núna held ég að það þurfi bara að drífa í þessu og það þurfi opinbera innspýtingu í húsnæðismarkaðinn, hvort sem það er í svona sértækum lausnum fyrir húsnæðisfólk eða í almennum lausnum fyrir tekjulága einstaklinga. Því að vandinn við kerfið svolítið eins og það er núna er að það er einhver göt af neyjusum. Við erum búin að byggja samþykkja lög almennar íbúðir þar sem við ætlum að sinna tekjulága fólki en það þarf að vera í vinnu. Svo erum við félagslegt húsnæði fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð og öryrkjar. Svolítið með fólk að það er ekki búið að púsla heilda myndina í lausnunum sem að það er hætti með fólki en ekki í kerfinu. Þannig ég held að það sé í rauninni framtíð verkefni núna, bara að leysa þessi strúktúrvandamál í því hvernig við ætlum að leysa húsnæðismál fólks og horfa á húsnæðismál sem félagsleg mál. Því það var bara alls ekki samstaða um það að það var einhver mannréttindi eða húsnæði eða félags mála yfirvöld þetta skipta sér af einhver öðru en að sinna félagslegu leiguhúsnæði sem er náttúrulega bara mjög afmarkaður eins og búið að benda hér á hópur sem er með allra lægstu tekjurnar í samfélaginu og við viljum bara sinna því og byggja félagslegt leiguhúsnæði en það leysir ekki þennan stóra vanda á markaðnum. Þannig að það sem ég kannski tek með mér frá fyrirlestrunum í dag er þessi viðurkenning stjórnvalda á sinni ábyrgð að koma með í lausnir og segja bara, gerum þetta saman hérna. Ég held að það stoppi ekki á sveitarfélögunum og sennilega ekki á flestum stóru sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, það er ekki að tala fyrir þau öll, en ég held að allir sjáu að samvinnan sé nauðsynleg og núna getum við bara brett upp erma og bara drifið í að gera þetta. Þannig að það er bara mjög margt komið í gang. Það er ekki eins og sé ekki verið, þetta talum að sé ekki búið að gera neitt, það er ekki rétt sko, en núna bara þetta kýla þetta svona yfir marklínuna og bara klára dæmið, gera þetta almennilega. Takk fyrir mig. Já, komið sæl, Einar Þór Jónsson heiti, ég er formaður Geðhjálpar. Ég hef líka unnið í mörg ár sem framkvæmdastjóri Hávarsamtakanna. Bötul hús á Hverfisgötu 69 beint fyrir ofan gistiskýli á Lindagötunni og ég þekki marga kalla með það sko og þeir koma stundum á kaffibólla og fá að pissa og sýnileiki kalla sem eru heimilislausir beinlínis á götunni hann er miklu meira en kvenna þegar við komið inn á það hér áðan að hvernig úrræði konur hefði til að fá gistingu. Geðhjálp fagnaði 40 ára afmæli í gær og ég fór með afganga af snittum inn í konungótt. Og ég nú komið á konungótt áður og þar hitti ég eina konu sem ég kannast við aðeins og spjalla aðeins lauslega við hana. Og þetta kom svona upp í hugan á það þegar að ég hugsaði er skömm kvenna meira en skömm kalla sem er í þessum aðstæðum. Það var eitthvað meira svona leyndardómsfyllara yfir þessu öllu þarna og mér var eðlilega ekki búið enn að daglaði sem ekki til. En það er búið að segja svo margt í dag og já, Gunni, takk kærlega fyrir að deila með okkur sögum hans lofts. Þetta hefði ykkur átt að vera hér eins og Vilborg sagði í heimilislaus í panelum hérna með okkur. Samvinna sveitarfélag og ríkis, já, ég get tekið undir allt sem búið að segja hérna. Við langar að nefna samt sérstaklega vanda tvígreinds ungs fólks, ekki bara mæðra, heldur líka pappa, feðra og allar þær fyrirbyggjandi aðgerðir sem hægt er að hafa þar.
og vinna sérstaklega að þeim þætti. Og mér langar líka að nefna, eins og Ingibjörg kom inn á hérna, lágþröskulda þjónustuna, hún gerir ótrúlega mikið gagn á svo mörgum sviðum, það þarf að virkja það og það í raun og veru eiginlega sáralítið til fyrir þennan hóp hérna á götunum og það þekki ég að því að Hverfisgatan mjög vinsæll staður heimilislausra af einhverjum ástæðum, kannski út af gistiskylinu og svo segjum við hérna nágrannar og fólki, þessi nektarborgarar hérna, að það sé ekki hægt að hafa bekki þarna í kringa þegar kallarnir sittjast á bekkjánum og hérna og eru á fyllirí og þeir sé að gera þar við síðan að spenda og það sé og þetta að þjálfa fólk í því að gera það sambúðarhæft við okkur, þá vil ég bara minna á það á fjölbreytileikann, kærleikann og nándina að við þurfum öll að þjálfa okkur. Það ekki þau sem eiga að aflega sig að okkur endilega alltaf í öllum aðstæðum. Við þurfum að fara að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Síðan þetta að virkja eða styðja betur við eða samvinna grasrótarhreyfinga og hvernig hægt að nýta þá krafta sem best því að það gríðarleg þekking og í akademikar eða hérna félagshyggju fólk sem að skrifa og pæla í framtíðinni út í Evrópu og með þess að líka í Bandaríkjunum að átta sig á því hvað grasrótarhreyfingar og félögin að gera gríðarlega mikið gagn og það að spara samfélaginu, þjóðfélaginu þvílíkar upphæðir og þetta sameinar, þetta býr til sameiningartak, hjálp og það að fólk finnist í tilheyra einhverju og við erum að verða svo ægilega einmanna og okkur fer versnandi en það er svo bjart framöndan vegna þess að við erum að átta okkur á þessu, við erum að fatta hvernig þetta hefur gerst og hvað að gerast, gríðarleg verkefni framöndan í loftslagsmálum og því að tengjast aftur. Við ætlum ekki að fara aftur inn í baðstofun endilega, en við ætlum að sitja saman og gera þetta saman, svona við varðveldi. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Artur Jónsson, ég formaður þess á. Takk fyrir að bjóða mig í þetta Hagfors. Takk fyrir að bjóða okkur líka. Það var bara alveg óvart að ég var hérna settur í pallborði en hérna og ég hafði mjög gaman að ég kom aðeins svo seint en ég náði með fyrirlesturinn sem að hérna Finnskíkuðurinn var með og hérna Júha og greinilega mikið sem við getum lært af þeim og kannski ætla ég bara að segja hvernig þetta svona horfir við okkur hjá S.A.O. Við erum náttúrulega með ákveðin hópa fólki sem kemur til okkar í meðferð og fer svona í gegnum sjúkrahúsið og í framhaldsmeðferð og á göngudeild og við vorum lengi með hérna áfangaheimili fyrir kalla á Miklubraut 1, vorum með stórt áfangaheimili fyrir konur í Eskilíð 3 og vorum með áfangaheimili á Akureyri. Þetta var í mörg ár reksturinn áfangaheimili í kvenna gekk alltaf ósarlega illa, það var svo léleg og lítil hérna eftirspurn eftir þjónustunni og við seldum síðan áfangaheimili á Miklubraut og síðan þetta Eskilíð fyrir konur og byggðum þetta. Og hérna, og líka áfangaheimilið á Akureyri, þetta var svona mjög erfiður rekstur og hefur alltaf verið erfiður rekstur og hann kom að því líka hérna, jú að það sem sagt minnsta vandamálið að reisa húsið. Miklu meira vandamál að finna peninga til þess að halda áfram reksturinn. Og bara að segja hvað við erum að gera hérna, við erum búin að láta teikna hérna þriðju hæðina ofan þetta hús, ægilega fínt, 11 íbúðir sem eru 50 fermetrar fyrir konur í miklu vanda og þetta að koma á grenntakynningu núna, þetta búið að taka alveg heilt ár, 1,5 ár.
núna 30. október og svo viljum við þetta bara byggja það og vonumst til þess einhvern tímann á leiðinni að ná sambandi við sveitarfélög að gera þjónustusamningu þjónustuna. Þannig hefur þetta alltaf verið hjá S.A. Það er rokið á stað með einhverju gauragangi og svo er þetta að redda peningunum fyrir reksturinn seinna og stundum heppnast það og stundum heppnast það ekki og ég reikna með að heppnist núna. Það er gríðarleg þörf fyrir þetta. Þetta eru veikasta fólkið okkar og við erum með svona úrræði sem heitir Vín sem er fyrir kallmenn 23 og það er alltaf útsett og þetta verður svona svipað fyrir konurnar og við erum með að geta þjónustusamning við Reykjavíkurborg það sem er svona kombinera. Það er sem sagt fyrirmynda sá samninguna því að það er eini samningur sem við höfum fengið sem er sem sagt ráðuneytið og Reykjavíkurborg og S.A. Þetta er svona þríhliða samningur og hefur gengið ljómandi vel og þetta eru þetta okkar veikustu menn sem eru þarna og sem hafa líka ef eitthvað kemur upp á forganginn í meðferð og svoleiðis. Síðan er ég búinn að vera að botast í því svolítið svona tvístígandi. Það við erum með lóð og mjög áhugasama aðila sem eru tilbúin að reisa stórt hús, fjölbýlishús með 77 íbúðir upp í Urðarhvarfi og við auðvitað miklar upplýsingar hjá S.A. það hvernig sjúklingahópurinn hjá okkur skiptir hlutfallslega milli sveitarfélaga. Það er stór hluti í Reykjavík og Kópavogi og svo framvegis og svo í miklum smáatriðum. Og þannig að þú setja svona stórt búsettur áfangaheimili inn á eitt sveitarfélag og þá er ekkert sveitarfélag sem vil taka það á sig kostnaður sem hlýsta því þannig að það þyrfti að fara í gegnum einhvers konar jöfnunarsjóð sveitarfélaga þannig að þau greiða bara í sama hlutfalli og greitt inn í jöfnunarsjóð fyrir þjónustuna. Þetta er svolítið miklu stærri hugsun heldur en hefur verið og ákveðið svona orðið gammalt þessu hvernig á að framkvæma þjónustuna frá degi til dags og þá þeir sem eru neðsta hæðin svona þjónustulífi og þeir sem þurfa mikla þjónustu eru þá á neðri hæðinum og svo færist þetta upp og fólk á bara geta búið þarna 5 ár, 10 ár eftir þörfum og til þess að ég ætla ekki að vera eitthvað dómsdagsbánaður allir erum við að reyna að leysa einhvern vanda og með það markmið að einn daginn þá séum við þá búin að leysa vandan ég held að það mun ekki gerast. Þetta sé ekki eitthvað hvernig að gangi yfir, heldur þetta risastórt vandamál. Við fórum með minnisblað inn á fundi á velferðarráði Reykjavíkur fyrra einhvern tímann fyrra og þar leggjum við fram tölur. Það sem sagt eitthvað 1700 einstaklingar sem koma á Vog árið áður 2017 38% eru skilgreindir heimilislausir, þetta eru 629 manns og það er bara einu ári og að því að við erum að tala unga fólki og virkni og svona þá eru sem sagt þeir sem eru á aldrinum 20 ára til 40 ára og hjá okkur í okkar samfélagi í dag og hafa farið eru 6.000 einstaklingar. Það talaði að sé alltaf sama fólki á Vogi, það er ósvöldlega erfitt að koma þeim öllum fyrir í einu. Þetta eru sem sagt svona ung fólk á 20-40 ára og þetta eru 6.000 einstaklingar. Og þeir sem farin á Vog, þetta eru svona ákveðin skilgreining sem farið í gegnum svona greiningarskilmerki, 11 greiningarskilmerki að með 6 eða fleiri svona greiningarskilmerki þá ertu í gríðarlega miklu vanda. Þá erum við með 9, 10, 11 sem flestir eru og þá ertu í raunveru og þetta finnir það bara sem lífsætta og allir sem er á 97% af þeim sem eru á Vogi eru með 6 eða fleiri einkenni. Þannig að
þetta svona stór hópur og þetta svona erfitt að mæla þennan heimilisvanda því að ég á nú 5 börn og ég með 2 heima ennþá þó að ég var alveg hundgömmul. Ég veit ekki hvort að þau eru, ég ætla að fá að lesa upp úr bók sem ég las fyrir löngu síðan. Það var þetta búið að þýða hana. Og með leyfi fundastjóra. Já, ekki hægt, svo ég bara það spurning og satt. Því það verið að tala þetta tengir svo mikið virkni og vinnu og þá í rannsókn sem var gerð í Oxford Háskóla árið 2013 var búið til reiknilíkan að störfum sem yrðu líklega unnin með einhverju sjálfvirkni af algoritmum þegar árið 2033, það eftir 13 ár. Og það kom fram að 47% af öllum núverandi störfum í Bandaríkjunum eða í útbandaríkjunum myndi breytast með þessum hætti, þar að segja að hverfa með öll. Yfir 70–99% líkur var á því að hverfa muni öll hefðbundin vinna við símaþjónustu og símasölu, sölu á tryggingum, dómgæslu í íþróttakappleiki, afgreiðslu í bönkum, eldamennsku, lögfræðiþjónustu, ferðaskrifstofu, bakaraþjónustu, rútbílaakstur, byggingarvinnu, aðstoð í dýralækningar, öryggisgæslu, sjómennsku, barþjónustu, skjalavörslu, trésmíðar, lífvörðarþjónustu og svo framvegis. Minnstar líkur voru á því að fornleifafræðingar missi vinnu. Og þá erum við í raun og veru að tala að þetta gengur náttúrulega Oxford Háskóli að við erum með einhver vanda sem við erum ekki að fara að leysa öðruvísi en með einhverjum alveg mjög stórum aðgerðum hægt. Takk hella. Ég var búin að biðja þessum að fá orðið og svo séu það komin upp hand upp á mikrofónin og það líka hann tilbaka, hann aftast með möppuna. Það bara þegar ég lofaði sjálfum mér að muna eftir hóp sem kemur hvergi fram en sem svo sannlega heimilislaus. Þetta eru konur sem einstæðar sem eins og getur verið frá Filippseyjum, þær eru frá Tælandi, þær eru að vinna hér láglaunastörf og hafa búið í fjölda ára í einu herbergi með börnin sín, 1 og 2 börn. Það kannski búa inn á annarri, kannski filippískri fjölskyldu eða tælenskri fjölskyldu, en þær hafa enga forsendur fyrir að komast eigið húsnæði. Þessi hópur bara alltaf yfir sér, því hann er ekki góður í tungumálinu og hann er ekki átt að bera á sér, hann er ekki að mæta félagsþjónustuna, en hann er til staðar og hann er mjög staðar en við höldum og hann er heimilislaus. Bara þannig að það blir alltaf bara alls ekki að gleyma þessum hópum. Takk hérna. Já, ég heiti Ragnar Jóna, félagsfræðingur og fleira. Takk fyrir þetta frábæra málþing. Þetta magnað. Og ég er búin að heyra orðið virkni í mjög oft hérna og það mjög hugleikið. Og það sem ég voru að vinna í málefnum heimilislausra stórkostlegt. En það eitt sem ég langar að benda á og ég ætla að vera mjög í miklu jafnvægi þegar ég segi þetta því að þetta snertir mig mjög mikið að það að horfa upp á aðgerðis og einmannleika fólks þó þess að koma í húsnæði. Það fólk sem í búsetuúrræðum borgarum til dæmis. Það að deyja úr einmannleika og aðgerðis. Ég var svo heppin að fá að vinna einu svona heimili í fyrra og það var stórkostleg reynsla. Ég reyndar voruð mér gagnrýna, ég heldur ekki vinna lengur þar og ekki bara ekki heldur vinna í borginni en þessir menn eru enn í sambandi við mig og ég tala við þá og þeir kvarta mest yfir því að fá ekkert að gera og þeir vilja sumir verða edrú, þeir fá ekki stuðningi, það ekkert í boði fyrir þá, engin staður, þeir eru einangraðir og þetta það sem ég vilja breyta, kostar engan pening að breyta viðhorfi vilja, sína virðingu og svo hægt að bæta honum. Takk. Hæ, ég heiti Elísabeth, ég er hjúkrunarfræðingur frú Ragnheiði í Skagamengi hjá Rauða krossinum. Mér langaði bara að koma svona smá innbrot og svo spurningu í lokin.
Við erum að starfa með einstaklingum sem nota vímuefni í æð og það eru einstaklingar frá 18 ára til 78 held ég elsti sé. Það er mjög hægt að þessi einstaklingar verða fyrstir undir í allri umræðum húsnæði og svo framvegis. Og bara svo, þú veist, við erum hérna öll, ég held að ég sé að tala um bara frekar góðan hóp þegar ég er svona að ræða þetta, en ég held að það sem mikilvægt að nefna samt að þó við séum að tala um að vera tillitssöm og bera virðingu og mannréttindi og svo framvegis, að það verður líka að horfast í augu við það að samfélag okkar hefur ekki verið búið til í kringum okkar hóp sem við sinnum hjá Frú Ragnheiði því miður, bláljós og salerni, mátt ekki vera að nota vímuefni til þess að fara inn í félagsbústaða og svo framvegis og svo framvegis. Og þegar við erum að tala um að hugsa út fyrir kassaljúkbor, tek hjartanlega undir með það út af þessir einstaklingar eiga ekki síður rétt á húsnæði. Og þess vegna langaði mér í rauninni bara að setja út spurningu hérna í allan salinn. Eru þið tilbúin í að standa með skjólstæðingur Frú Ragnheiðar, til dæmis þegar við sjáum bakslögu umræðinni í fjölmiðlum, til dæmis þegar að koma upp umræður að spraukfíklarnir í gistskýlinu séu að gera allt klikkað, eða þessi þarna séu að gera þetta og svo framvegis. Eru þið tilbúin að standa með skjólstæðingum okkar þegar að það er kvartað um spraukubílum í nágrenninu? Eru þið tilbúin að standa með skjólstæðingum okkar þegar að tala um að opna ný úrræði í húsinu við hliðina þér og bjóða þið velkomin í samfélagið okkar? Já. Ég mætti aðeins bara fá þakka fyrir þetta vegna þess að það sem, og þetta var Gélsberg. Já, að hvers eins punkturinn hjá Jóa hérna áðan það til þess að við getum vunnið með Housing First og þurfa húsnæði fyrst. Þetta hljómar svo einfalt. En þú ert að benda okkur á það að hversu flókið verkefni og hversu mikla fordóma við erum að fást við í samfélaginu. Og það var eitt sem ég hugsaði hérna að það væri mjög gott að Sigrún myndi til þess birta sambærilegt kort eins og Júa gerði með Helsinki. Því að það er nákvæmlega eins hér að í næsta nágrenni okkar, í hverfinu okkar, er húsnæði á vegum félagsbústaða. Já, sæl ég heiti Bergþóra Karlsdóttir, líffræðingur og doktor í smitsjúkdóma. Það sem ég sakna aðeins en reyndar koma aðeins fram í erindi áðan, það eru hérna úrræði fyrir fanga þegar þeir koma út. Það er mikið af föngunum okkar, eiga við mikið fíkniefnavanda að stríða. Þetta eru hérna að hafa leyst út í og taka á sig glæpi fyrir aðra. Það er enginn sem tekur við þeim í vinnu og þeir fara gjarnan í sinn gamla félagsskap á götuna. Margir deyja og skammt vegna þess að þeir hafa kannski ekki komist í nákvæmlega sinn skammt þegar þeir koma út, taka sama skammt og hérna áður við fóru inn og deyja. Það þarf úrræði fyrir því að með þessu erum við að skapa síbrotamenn. Og ég held að ef við hefðum einhverju úrræði, það myndi vera ofboðslegur sparnaður fyrir þetta samfélag. Við megum ekki gleyma þessum hóp. Að lokum vil ég klikja út að það sem við getum lært af pinnunum, þetta er hörkuð þjóð, þetta er dugleg þjóð sem er búin að ganga gegnum mikla örðugleika, það sem við getum lært af þeim að hætta þessu kjaftæði. Þessar nefndir, þeir bara keyra á hlutina, lærum að þessu, við erum lítil þjóð, við erum miklu ríkari heldur en Finnarnir hafa oftast og oft á tíðum verið. Bara tökum það til okkar og hættum bullinu. Það er einu lokum að ég að benda á hana í gráðfeysunni. Svo góðan daginn. Óli heiti ég og er formaður kærleikssamtakanna og mér langar að koma smá innlegg hérna varðandi samvinnu að eins og Valgerður var að benda á áðan og sækja ekki notendur hérna í plattformu og mér langar að benda á að það eru mörg félagsamtök sem byggja á þessum notendum sem hún er að tala og hafa mikla þekkingu. Og það virðist vera afar erfitt fyrir kerfisbundnar stofnanir að taka mið af þessari þekkingu, hleypa þeim á borðinu og skora kærleikssamtökin hérna á að það verði breyting þar á en ekki að það verði raunverulegt en ekki bara í orðum. Það er verið að tala um samvinnu, að tala um þetta en hún er kannski ekki nógu sýnileg. Síðan er ég með 3 spurningar, eina til formanns félagsbústaða.
Mér langar að vita af hverju tómu herbergi á Njálsgötu 74 ekki úthlutað þegar einstaklingur búinn að óska eftir þessu herbergi síðan í apríl og hann á götunni og hann fær ekki inn í hús en herbergi stendur tómt. Ég með 2 spurningar til varaformanns velferðarráðs. Það eru afar mismunandi sögur gistiskýli og að það sé vel rekið eða mjög illa rekið og mér langar að vita hvað hefur velferðarsviðið náð að koma mörgum einstaklingum úr gistiskýlinu í varanlegt úrræði með sinni þjónustu, stuðningi og einstaklingsmiðaðri heildstæðri eftirfylgni. Síðan langar mig að vita hvort að þessi stjórnvaldsákvörðun að taka eigur einstaklinga úr íbúðarherbergi sem viðkomandi gert að yfirgefa. Takk. Ég hef ekki tölur fjölda sem hefur farið út úr gistiskýlinu í önnur úrræði en það örugglega hægt að taka það saman og bara óska eftir þessum upplýsingum. Þeir eru velkomin að senda mér tölvupóst á elin.sigurðardóttir@reykjavík.is og ég skal bara reyna að finna þetta. En markmiðið að sjálfsögðu og þeir flesti sem að fara inn í Housing First íbúðir til dæmis og inn í langtíma búsetúrræði eru náttúrulega að koma með fyrstu tengslin við okkar þjónustu í gegnum gistiskýli. Það ekki algilt en það mjög algengt, veit ég. Og ég allavega síðast og ég hef oft komið í gistiskýli bara bæði þannig ég byrjaði að vinna í pólitík og áður þannig ég bara starfaði á öðrum vettvangi áður þar sem ég var mikið í gistiskýlinu og var einmitt í Þingólfsstrætinu og á Lindagötu og ég held að þetta sé algjör bylting en auðvitað markmið alltaf að einstaklingar eigi ekki að festast þar. Hvað var næsta spurningin stjórnvaldsákvörðun? Ég bara veit það ekki. Ég var bara að kanna það. Það kannski lögfræðingar í salnum sem að vita það en auðvitað hljóta reglur útburð að þurfa að fylgja bara einhverjum lögformlegum ferlum. En það líka eitt af því sem þarf að ræða og í stefnunni sem lögð fyrir borgarráði núna hvernig við komum í veg fyrir heimilisleysi og í veg fyrir útburði. Það náttúrulega það sem veldur þegar fólk verður heimilislaust. Að grípa fyrr inn í, koma fyrr með stuðninginn og það náttúrulega kannski stærsta áherslu breytingin og vettvangs- og ráðgjafarteymi okkar sem bara með því frábærasta sem ég hef kynnst, þetta bara frábær starfsemi. Það voru 6 starfsmenn fyrir nokkrum árum, núna í upphafi 2020 verðaði 12, þannig að það búið að stækka það helming á nokkrum árum, en það bara byrjunin. Það þarf fólk til að sinna þjónustunni til þess að einstaklingar það nái árangri. Og það kannski eitt af því sem Jú hafa líka talið, það mjög auðvelt að byggja fullt á húsnæði, og svo alltaf barátta í að fá pening í reksturinn. Það okkar úrlausnarefni sem setjum líka sérstaklega okkar sem eru hjá ríki og sveitarfélögum að tryggja fjármagn, hvort sem það eru frjáls félagasamtök eða ríki eða sveitarfélög sem sjá reksturinn, þá þarf SAA og allir sem að vinna þessa frábæra vinnu þeir þurfa fjármagn til að þjónusta sína skjólstæðinga. Takk fyrir kærlega Elín. Það 2700 eignisjóð með þannig að ég ekki... Ég get ekki svara mig hvernig þetta með þetta herbyggi sem við spyrjum á Njálsgötu 74 til miður. Takk kærlega. En það spurning bara að möguleikann að hafa þá samband. En ég vil bara fá að þakka kærlega. Má alltaf segja eitthvað? Alltaf segja eitthvað? Alltaf tala hratt? Ok, fyrst að ég skoðaði rámið og þegar við segja þetta því við erum með PEP-fundir okkar á 50 dögum og það sem sagt við má fólk koma. Við leggjum áherslu á það að þetta snýst ekki bara fátækt, þetta snýst líka félagslega einangrun. Og við eldum saman, við borðum saman og eigum ánægðir næstu og við fáum mat frá ýmsum fyrirtækjum sem umbúðagallaður eða á síðasta sunnudegi og hann gefið sjá okkur fyrir þá sem geta nýtt sér það. Og mjög góður, ég get staðfest það. Þannig að fólk velkomin til okkur. Ná, einnig fyrir hérna. Já, fyrir í Breiðholtskirkju, Safnaðarheimili Breiðholtskirkju frá 17 til 19 á 50 dögum. Og endilega læka vefsíðuna hjá Facebook síðuna hjá PEP og EAPN. Takk. Ég kom með mikrofónu, þegar þetta þetta. Já, Steinunn Bergmann heiti ég formaður félagsráðgjafafélagsins. Ég ætla bara að þakka fyrir þetta frábæra málþing
Ég nú búin að vera í þessi bransi síðan 1990 og fylgst með og reynt að ýta á málefni heimilislausra úrræði og mikið hefur áunnist og áhugavert það sem Finnarnir að gera. Félagsráðgjafar sú stétt sem að þekkir hvað skólinn kreppir og vinnur byggir á mannréttindum. Félagsráðgjafar eru tilbúnir í þetta verkefni. Gott að heyra að stjórnmálamennirnir eru tilbúnir. Félagsráðgjafar eru tilbúnir. Við skulum bara bretta upp hendurnar og byrja á þessu. Það er gert að vera að bíða. Það ég bara að fá að þakka kærlega fyrir fundinn. Það eru nokkur atriði sem ég vil nefna bara svona í framhaldi þegar að fá að taka þeim saman. Að það er búið að nefna hér mikilvæga fjármögnun þjónustu. Að það sé ekki nóg að byggja húsnæði, íbúðalánasjóður og sveitarfélögin hafa verið að vinna því að tryggja fjármagn og verkalýðshreyfingin er svo vanlega stutt í það, en það þarf líka að tryggja að það setji peninga til staðar við stuðningin sem þarf til þess að Housing First gangi upp. Og þar var, held ég, Arnþór talaði jöfnunarsjóð sveitarfélagana og ég myndi að halda að það væri alveg ástæða til þess að fara að grafa í regluna þar og eyrnamerkja peninga gagnvart þeim sveitarfélögum sem að sinna öllu samfélaginu. Því að ef þið sáu hjá henni Heiðu þá var að renna hratt gegnum hvað Reykjavíkurborg að gera, að 90% af þeim íbúðum sem verið að byggja í almenna íbúðakerfinu verið að byggja í Reykjavík. Þannig að það þyrfti sannarlega að jafna það. Tryggja aðkoma allra sveitarfélagana, en að ný samfélag fyrir allra, það er allra ábyrgð að huga því að fólk hafi heimili. Mjög mikilvæg punktur sem komið hér fram að tala við notendur. Og bara við munum bæta okkur. Hérna Geirdís og Gunnar, bara takk kærlega fyrir ykkar framlag hér og ykkar sögur. Og vonandi munum við halda áfram að funda og halda áfram að vinna í þessu og við getum boðið ykkur og aðra sem hafa sögu að segja hér upp í panel. Líka annar punktur sem kom hérna fram, þetta er ekki átaksverkefni. Þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að á hverju einasta ári, hverju einasta mánuði, hverju einasta degi ársins að allir hafi heimili. Það er búið að ræða hér blöndun, það er punktur sem ég vil nefna líka sem var komað að sér á endanheimild hjá Geðhjálp og SAA sem standa ásamt velferðarsvið Reykjavíkurborgar og velferðarvaktinni að þessu málþingi að mikilvæg frjálsra félagasamtaka. Það var það sem Júa var að tala hér Samstarf Uppsölustofnunar og það sem þeir að gera myndi aldrei ganga upp nema þeir að vinna með öflugum frjálsum félagasamtökum sem eru líka stofnendur að stofnun eða tóku eftir því. Síðan þetta að þessi punktur, hægt að kjafta hennu, hann mjög mikilvæg og ég hef stundum talað mikilvæg þess að finna litlu gulu hænunar. Það sem að vinna, að gera hlutina, tilbúin bara að byggja, ekki bara byggja heldur reka. Ég núna svo heppin að ég fæ að starfa hjá einnig mjög öflugri gulur hænur sem samtöku hana kvennaathvarf. Hér eru litlar gular hænur sem dagsdaglega að vinna í þessu. Hér í salnum fullt af litlar gulum hænum. Þannig að við hvert og eitt getum haft áhrif, við hvert og eitt getum breytt. Síðan að því að náttúrulega kannski sem tengist skiptir mjög miklu máli, það og þess að ég ræddi þessu við Júa og hann bað mig að koma á framfærið, það konur að gleyma þeim ekki. Það var það sem þeir sáu finnandi í sínu tölum og þeir voru að ná árangri í að draga úr heimilisleysi karla en ekki kvenna. Þannig að þeir fóru á staðinn með sérstakt verkefni þar sem þeir eru að þróa og vinna til þess að geta dregið með sambærilegum hætti úr heimilisleysi kvenna. Því það miklu meira falið og tengist því sem við höfum verið að ræða eins og í aðtalinu að það þar til dæmis ekki, ef þú ert í neyslu, þá getur ekki leita til athvarfsins, en við erum að vinna í því, meðal annars höfum verið að ræða við Hafnarfjörð hvað við getum gert. Síðan var punktur hér fanga og af því að við vorum komið svo stóran panel að þá gátum við og hann á flotta dagskrá að þá við höfum getað gert hana ennþá lengra, ennþá flottari, tekið heila dag og það hefðu sjálfsögðu bætt inn starfshópur sem í gangi á vegum félagsmálaráðherra málefni fanga sem ég var ofsalega glöð að sjá þegar hann var skipaður og mjög spennt að sjá það niðurstöður úr þeim hópi því að við megum ekki gleyma þeim. Það bara, og við höfum allt og lengi gert það. Og síðan, það sem kom hérna líka fram síðan börnin. Bara hvað erum við að gera gagnvart næstu kynslóð? Og Elín talaði bara hér
að hún hefur búið við heimilisleysi hefur svo sannarlega mótað hana og gert hana ennþá eflari og betri í sínum störfum, en þetta er reynsla sem við viljum ekki að börn þurfi að fara í gegnum á nokkuð máta, eitt einasta barn. Þannig að síðan að lokum vil ég aðeins nefna, ég var búin að nefna þessi standamálþinginu, en ég vil fá að nefna 3 nöfn í henni viðbót sem voru mjög skiptum, Sif Friðriksdóttir, sem gat því miður ekki verið með okkur, formaður velferðarvaktarinnar, var hann að koma að skipulagningunni og vildi skila kveðju, en það er 2 nöfn, og Rafnhildur og Halldór. Hvað er eftir Halldór? Já. Þetta málþing væri aldrei orðið nema vegna þeirra og áhuga þeirra, og þannig að eins og með Halldór, þó að meira sem sé komin á eftirlaun og sé hættur að vinna fyrir Reykjavíkurborg, að þá er svo sannarlega ekki hættur að huga að þessu mikilvæga og brýna samfélagslega verkefni, og hún Hrafnhildur hún talar við okkur og fær okkur til að gera hvað sem er. Þannig að takk heilan fyrir og takk fyrir að vera hér í dag.